Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að halda áfram á menningarlegum nótum og tala meira leiklist því að Leikfélag Fljótsdalshéraðs hefur verið að æfa fullkomið brúðkaup og hingað til mín kominn í gegnum fjarfundabúna Ásgeir Hvítaskáld Þórhallsson, formaður félagsins. Vertu velkominn í þáttinn, Ásgeir. Takk. Þið ætluðuð að frumsýna 30. og 1. október, er það ekki? En það náttúrulega af augljósum ástæðum gekk ekki eftir. Nei, við vorum að keppast við þetta, frumsýna síðastliðinn laugardag, já. En þá voru reglurnar hertar, allt í einu, og það gilti frá miðnætti á föstudegi. Þar á eftir voru alla leiksýningar bannaðar. Já, já. Þannig við ákváðum að færa frumsýninguna yfir á föstudaginn og ætluðum að hafa frumsýningu þó væri ekki nema 20 manns í salnum. Já. Því að það skiptir máli að frumsýna og filma sýninguna til þess að fá svokallaðan styrkinn, stóra. En þá voru tilbúnir og ætlum að frumsýna á föstudeginum, þá cirka 5-leytið, þá einn leikarinn sem þarf að fara í sóttkví því hann þarf að fara í test. Já, einmitt. Þannig að þið hafið aldeilis ekki farið varhluta af veirunni, má segja. Við erum eiginlega búin að vera í basli alveg frá því haustið við byrjuðum, sko. Já, já. En við vorum að reyna að komast, skilurðu, inn í einhverja hólu og geta sýnt og lengi leita þannig út að út á landi þá máttu 50 gestir verið í leikhúsinu, skilurðu, en 20 í Reykjavík. Já. Síðan var því breytt niður í 20 yfir alla landsbyggðina, en við ætlum samt að halda áfram, sko. Já. Þannig að nú eru bara leikararnir að halda sér við og æfa textan og hafa sýninguna klára eða skildi koma gat. Já, við verðum bara að vona það þegar það verði hægt að slaka á núna þegar allir eru búinir að taka þetta samstillta átak. Ekki getur fólkið verið án leiklistar eða menningar, allir þurfa að fá sitt. Algjörlega, og tala nú og ég held að sé sérstaklega þakkláta því að fullkomið brúðkaupir sem margir þekkja er náttúrulega ábúrslega fyndið og skemmtilegt verk og okkur veitir kannski ekki að því að hlæja núna. Nákvæmlega, það er akkurat það sem við vorum að hugsa. Og það var reynda mjög mikill áhugi hérna í sveitinni og út allt hérað að lyfta sér á kreik og hlæja svolítið að þessu skemmtilega verki, en þetta er ekki búið, við erum bara að bíða eftir að þetta gangi niður og við getum sýnt. Já, auðvitað, og það er bara, þið sætið bara lagi eins og segir, sýningin er tilbúin, þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu að frumsýna leið og færi gefst. Nákvæmlega. Hver leikstýrði hjá ykkur? Guðjón Sigvaldason, sem er búinn að leikstýra alveg gífurlega mikið í mörg herrans ár. Hann hefur verið á Akureyri náttúrulega líka og hann er rosalega reyndur leikstjóri og reyndist mjög vel að halda utan um þetta í þessu COVID ástandi sem við vorum í, þannig að hann hefur virkilega staðið sig vel. Já, frábært og þetta er náttúrulega svona sýning, þetta er svona, hvað ég var að segja, ærslafullt og fjör þannig að þetta krefst sko mikilla leikstjórnar því leitið að tímasetningar og svona í gríni þurfa að vera skarpar. Já, það er mjög mikið ping-pong svona í textanum að sjálfsögðu og þetta er svona misskilningsfarsi, algjör, sykursætur farsi alveg á fullu og mjög mikið tempó og mikill hlátur út í sal. Því að þeir sem komust á, það var svona ein opin sýning, þar sem voru nokkrir áhorfendur sem fengu leyfi til þess að koma og þeir voru alveg gjörsamlega yfir sér hrifnir og hlógu sér alveg máttlauslega, þannig að við vitum að við erum með gott stöf. Já, það er bara að fá leyfi aftur til þess að sýna það. Já, nákvæmlega. Hvernig var verkefni valið? Er þetta eitthvað sem var búið að standa til lengi eða bara eitthvað sem stjórn félagsins ákvað? Já, stjórnin náttúrulega ákveður þetta og við vorum alveg með þá hreinu. Við þurftum að hafa léttan farsa á þessum myrku dögum, þannig að það var engin spurning að þessi farsi var nú sýndur eins og Akureyri og sló öll aðsóknarmet og þetta verk hefur sýnt út allan heim og er ennþá verið að slá í gegn þó þessi orðin dálítið gamalt, en svín virkar enn þann dag í dag. Já, bara sígilt og stendur fyrir sínu. Algjörlega. Flottur höfundur líka sem hefur skrifað fullt af svona skemmtilegum verkum. Já, einmitt og
og það hefur ekkert verið neitt vandamál þrátt fyrir ástandið að fá leikara í öll hlutverk? Já, það er ekki margir leikarar í sýningunni, skilurðu. Nei. Og þess vegna völdum við þetta leikverk út af því og hérna, nei, það gekk alveg ágætlega. Stundum er þetta að fá karla í hlutverk þegar þeir eru uppteknir við annað, en þetta gekk mjög fínt. Og það gekk fínt að fá að smíða leikmyndina og búningana og propsið og allt saman, þannig að... Sáuð þið það, sér bara leikhópurinn það sjálfur eða eru þið... Já. Og... Já, við erum með, þetta er yfir 50 ára gamalt leikfélag, við erum alveg gífurlega flott búningasafn og safna propsi og öllum græn, þannig að þetta er allt saman til, þetta er bara svona maskína sem að rúllar áfram, skilurðu? Já, einmitt. Draugum fólk inn og út og svona sem eftir þörfum, sko, þannig að þetta er hluti af samfélaginu hér, fyrir ekki. Já, einmitt, þeir virkjaðir bara til verka sem þarf að virkja til verka. Nákvæmlega. Já, það er fallegt, þannig að það er svona hugsjón og hluti af samfélaginu sem kannski... Nákvæmlega, mjög áreiðandi, sko, við fengum menningarverðlaun í fyrra. Já. Fyrir það að vera menningafélag Fljótsdalshéraðs og það er ákveðin viðurkenning og við erum mjög stolt af því og við erum að reyna að lifa undir það, sko, standa okkur í því. Já, auðvitað og geri það og sjálfsögðu og komið Fljótsdalshérað eins og það leggur sig og vonandi fleirum sem leggja leið sína til ykkar og komið þeim til að hlæja öllum því að og það mun hafa læknandi áhrif þegar allt saman er yfirgengið. Nákvæmlega. Frábært. Hláturinn lengir lífið. Hann gerir það sannarlega. Ég vona bara að þið fáið tækifæri til þess að frumsýna sem fyrst. Bara þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur aðeins frá þessu og ég hlakka til að fylgjast með viðtökunum og hvernig gengur hjá okkur. Ég þakka kærlega fyrir okkur.